Jæja, góðan daginn, fækkar í salnum. Heyrðu, við ætlum að klára það sem við náðum ekki að klára úr síðasta fyrirlestri. Fórum aðeins útskýra örlítið þessa töflu og við vorum að fara yfir ýmsar aðferðir til upplýsingaöflunar, þar með tala við chat sessionir, fórum rétt í prototípur sem við ætlum reyndar að fara meira í dag. Nokkrar aðferðir. Það er í rauninni svo bara hvernig notum við þessu upplýsingar. Það er sjálfsögðu til þess að fá betri skilning á kerfinu og til þess að geta sett eitthvað niður á blað, þannig að allir aðilar sem koma að kerfinu geti haft sömu sýn og þessi líklegra að þeir hafi sömu sýn þegar það er búið að greina þetta svona. Og þetta er náttúrulega gert á fyrirþarfagreininguna til þess að búa til kröfurnar og annarkvort að setja þær í venjulegan kröfulista eða user stories eða sanna þær á sig hvernig sem við gerum það eða þá use case. Og þetta er náttúrulega sjálfsögðu síðan notað til hönnunar þegar við förum á prototípum og einnig náttúrulega fyrir hönnun á kóða og semst að módela klasa og objekta. En það eru tvær glærur viðbútt á þessu fyrirlestri sem eru varðandi notkunarsögur, user stories, notendasögur. Þið munið hvernig þær voru svona tiltölulega óformlegar og þetta var bara as a user, I want to og goal og so that a reason og þær eru þá svolítið stuttar og ef að notendasaga lítur kannski svona út, as a user I can cancel a reservation, segjum þetta sé á síðu hjá Icelandair til dæmis eitthvað svoleiðis og hvað þýðir þá þetta? Það vantar þarna í raunin allan dítilinn þegar þið ætluðu svo að fara að forrita þetta eða eitthvað. Eins og ég sagði þá eru user sögur og þið eftir að læra það þegar þið farið yfir Scrum, þá eru þær að safna saman fullt af notendasögum og svo þegar á að fara að setja notendasögur inn í fasa eða það kallast sprettur í Scrum, þá í rauninni eru þar teknar aftur og brotnar jafnvel niður af því það vantar svolítið dítilinn í það og þarna eru nokkrar spurningar, þú veist, user sagan þarna uppi, hún segir ekkert, þú veist, fær notandinn endurgreitt eða fær hann bara hluta endurgreitt ef hann hættir við ferðina, þú veist, er endurgreitt með kreditkorti eða er það lagt inn á banka eða hvernig það endurgreitt, þú veist, og í hve langan tíma má endurgreiða. Þetta eru nokkrar spurningar sem standa þarna, þú veist, er þetta sama fyrir öll hótel ef þetta væri hótelsíða, þú veist, og eru einhverjir sumir notendahópar sem er að cancelerast seinna, sem eru með einhver kannski svona vildarkort eða eitthvað svona dót, þú veist, og bara hvernig á að gera þetta, það er í rauninni, það vantar í rauninni alltaf lýsinguna í notendasöguna og það er yfirleitt betra í þegar maður nota use case eða þegar maður prototípar eða bara þegar maður hreinlega skrifar meiri texta. Og þannig að þið þurfa að passa ykkur þegar þið gerir þarfagreiningu, ef þið notið til dæmis notendasögur, þá vantar stundum oft dítilinn og þið þurfa þá að lýsa því einhvers staðar annar staðar. Því að ef maður á til dæmis eins og ég er alltaf að segja ykkur að bjóða í einhverja greiningu sem búið að gera, ef ég veit ekki dítilinn, þá veit ég ekki hversu mikið ég þarf að kóða. Af því að hver einasta spurning sem er þarna á blaðinu, hún þýðir þó nokkuð margar línur í kóða, í viðbót. Og þó nokkuð margar línur í kóða þýðir einhverjir klukkutímar í forritun, það þýðir einhverjir klukkutímar í prófunum og það þýðir einhverjir klukkutímar í viðbót í að gera við þær villur sem að koma upp eftir kóðunina. Þannig að detail skiptir rosalega máli þegar þið farið að kóða og ef það stendur ekki í þarfagreiningunni þá er maður svolítið stundum ekki alveg í góðum málum. Af því að jú, maður getur hugsað upp örugglega nokkura frá okkur en alls ekki öll. En við fórum yfir þessar aðferðir við að safna upplýsingum og ætlum núna að fara í prototyping. Og það sem fyrirlesturinn þá gengur út núna er það sem er kallað low fidelity prototyping. Þetta því gróf viðmótsönnun eða gróf frumgerðarsmíð. Prototyping hefur verið kallað það, frumgerðarsmíð. Og orðið low fidelity, fidelity er skylt orðinu að vera trúr og tryggur. Þannig að þetta er ekki mjög tryggt eða mjög
truth, það að segja að þetta frekar langt frá raunveruleikanum útlitið, það þýðir bara einhverjum svona skissur, svo þeir eru farið í high fidelity prototyping sem þá mun nákvæmari hönnun, þá því að vel farin út í, þú veist, alveg bara að segja nákvæmlega hvað þessi hnappur gerir og hvert hann leiðir ykkur og alls konar dæmi og jafnvel komin út í pínlítla grafíkvinnslu, farin ákveða liti og alls konar dót. En low fidelity prototyping partur af þarfagreiningafasa. Það sem sagt, það gerir tvennt, það nær og útskýri betur jafnvel þarfirnar, þeir eru ennþá að greina kerfið. Það getur verið gott að fara með svona sketches og svona teikningar af kerfinu sem eru grófar, fyrir framan notendur, fyrir framan einhverja hagsmunaaðila, kaupendur, viðskiptavini eða hver sem og reyna að fá hann til þess að ímynda sér kerfi til þess að reyna að ná fram öllum þörfunum. Síðan þetta náttúrulega sjálfsögðu nota til þess að byrja bara hreinlega að hanna kerfið. Það að segja hanna viðmótið, gera hérna eiginlegu viðmótssönnun, hvar á hvaða hlutur að vera og allt slíkt. Þetta í rauninni, það sem við förum semst í dag, að skoða bara, þetta snýst allt viðmótið, hver eru markmið notenda, hvað það, hvað eru goals og slíkt, og síðan þá förum við yfir pappírsprototypur, wireframing og hvernig við gerum þetta, hvernig við gerum grófa frumgerðir og hvernig við metum grófar frumgerðir. Hérna ágætis glæra. Þetta þarf maður eiginlega alltaf að hafa í huga. Fyrir hinum eiginlega almenna notanda, þá kerfið ekkert annað en það sem sést á skjánum. Hinum venjulega notanda nákvæmlega sama hversu flotta tækni þið hafi notað eða hversu flott kóðurinn hvort að kóðin sé indreginn eða whatever. Þú veist, notandanum skítsama. Fyrir honum kerfið það sem hann sér á skjánum. Og þetta setur okkur töluverða hömlur. Það þýðir það að við þurfum að vanda okkur svolítið við skjáinn, sko. Eins og stendur hérna, from a user's perspective, the user interface is the entire system. The programming, scripts, databases, integration og hardware are irrelevant to the user. Honum nákvæmlega sama. Honum sama hvar kerfið hýst, hvort það sé einhverju dollu eða einhverju þrusuvél. Honum hins vegar ekki sama ef að til dæmis veflega lausnir séu hægvirkar sem getur skipt mála það séu einhverju lélegri dollu. En það skiptir hann samt engu máli svo lengi sem að kerfið hraðvirkt. Og það þetta hérna líka, þetta eiginlega sem að margir gera, að þeir byrja bara á því að kóða, fara bara beint í að kóða þarfirnar og skellum einhverjum skjámyndum og reyna að og bara kóða og hendi sinn þegar við á og hanna ekki notenda viðmótið fyrir bara allt og seint. Það á að byrja á því að hanna á notenda viðmótið áður en að einn einasti stafur í kóða skrifaður. Það á að gera það þannig. Það tryggir að kerfið sé notendavænt. Það tryggir allavega betur að kerfið sé notendavænt. Og í rauninni, eins og ég segi, ef að kerfið ekki notendavænt, þá nennir enginn að nota það. Þá getur alveg sleppt í að kóða, því að ef enginn notar það, þá það eða tími ykkar, peningum annara, eða ykkar jafnvel eigin til einskis. Hann stendur hérna, it should be thought of first, the user interface is not to be developed last when making software. Og það aðferðir í dag sem við notum til þess að passa að við hugum betur af notenda viðmótinu það sem kallað user-centered design eða notendamiðuð hönnun sem að tekur í allan forgrunn notendur, hugsar allt kerfið út frá hverjir að nota það, í hvaða tilgangi, hver eru markmið þeirra sem notenda, hvaða þarfir þarf að vera að leysa þar, hvaða þarfir þarf notendurinn að vera að leysa, en sleppa því að hugsa mikið tæknina framan af. Þannig að þetta það sem kallað user-centered design. Þið heyrið örugglega að tala svolítið mikið í dag agile aðferðafræði, það ekki rétt? Það keyrt þetta orð núna nokkur sinnum. Agile. Það alveg gamalt stöf, það ekkert allt eitthvað svona nýtt, sko. Ég var námi út í Skotlandi í þessum fræðum árið 2000, það 15 ár síðan.
og þá var alveg komnar agile aðferðafræði og byrja að tala þær. Þær eru gerðar í kringum þessara notendamiðuðu hönnun, user-centered design. Allar agile aðferðafræði miða svolítið að því að hafa notendan í fyrirrúmi og einnig fleira að sjálfsögðu sem við förum í síðar í kursunum. En þetta hérna focus on users, usability, nitsemi, UI evaluation, að endurmeta alltaf í sífellu viðmótið og ítruð ferli og agile aðferðafræði ganga rosalega mikið út á ítruð ferli og user-centered design gerði það áður. En hvar erum við núna þá? Við erum búin að erum alltaf að kíkja á þessar hérna skilgreiningu, ISO-skilgreininguna, ISO-staðallinn fyrir usability sem ég sagði þér að læra utan að. The extent to which a product can be used by specified users. Við erum búin að fara yfir userina. Hverjir eru þeir? Þetta eru tilgreindir notendur. To achieve specified goals, og það sem við ætlum að fara í núna, with efficiency, effectiveness and satisfaction in a specified context. Þannig við ætlum núna aðeins að gera hvað eru þessi specified goals, hvað er það? Þessa mynd sem ég hef minnst nokkur sem áður, bara til að koma ykkur í hugarástandi eða hugsa þetta, þetta þýðir specified goals, sem stendur hérna, það þýðir einhver sértæk markmið, við verðum að pæla í hvað er það sem fólkið er að hugsa hver eru þeirra markmið og þau eiga að vera á síðunni, ekki öfugt. Þannig að hver eru markmið notanda. Og þetta orð þannig goal náttúrulega þýtt sem markmið og það er í rauninni bara eitthvað til þess að koma með manni að settu takmarki. Það er eitthvað end result sem við ætlum að ná. Ég ætla að verða 20 kíló á mánudaginn, það er eitthvað end result sem ég ætla að ná, til dæmis, eitthvað svoleiðis. En og þetta lýsir hvað notandi vill geta gert, en ekki hvernig. Þessi litlu skipta svolítið máli, þú veist. En að dæmi, ég ætla að kaupa DFT-disk. Ég ætla að kaupa, notandi vill geta keypt bók. Notandi vill geta keypt tölvu. Notandi vill geta skila verkefninu inn síðuna. Notandi vill geta gert hitt og þetta. Það hefur í rauninni alltaf upphaf og endi. Markmið í sjálfu sér hafa upphaf og endi. Og þannig að notandi getur náð markmiðinu og byrja að gera eitthvað annað. Þannig þetta er markmið í heildinu og þessi mynd hérna niðri, hún er góð að hafa í huga. Við ætlum að tala nefnilega goals og tasks og actions. Og það eru markmið, aðgerðir og svo actions sem ég man ekki alveg hvernig þýddi í augnablikinu. En hvað er þá task sem er hérna undir? Það er eitthvað yfirmarkmið því skiptir í nokkra þætti, verkþætti, sem síðan eru nokkra aðgerðir undir. Þannig að task er þá verkþáttur eða verkefni og þetta er strúktúrur sett af einhverjum aðgerðum. Þegar við segjum strúktúrur þá er það af því að við vitum hvað á að gera og þetta er þetta er alveg ágætis setning sem lýsir svo hvað er task. It's a structured set of related activities that are undertaken in some sequence. Sequence er eitthvað sem er gert í réttri röð. Sequence er eitthvað sem kemur eitt á eftir öðru. Þannig að þetta er þá einhvers konar bunki af aðgerðum sem þarf að gera í ákveðinni röð. Það er verkefni, eða verkþáttur, þannig að task. Og við tölum rosalega mikið task. Bara nánar lýsing, tasks are what a person has to do in order to accomplish a goal. Þú veist dæmi, við vorum með hann vil geta keypt DFT-disk. En hvað er innifælið í því að geta keypt DFT-disk? Þá skiptum við niður verkþættina, fara á síðuna sem selur svona diska, taka disk, velja disk, borga með kreditkorti og setja inn einhverju upplýsingar hvernig á að afhenda. Þetta eru verkþættirnir sem eru innifaldir í þessu markmiði. Og í rauninni er markmiðinu ekki náð fyrir það að búið að ljúka öllum verkþáttum eða öllum verkefnum innan þessa dæmis. Og svo eru einhverjar ákveðnar aðgerðir innan sérhvers jável svona verkþáttar. Eins og í verkþáttunum náði eða veldu DFT-disk, þá þarf að skoða vefsíðuna, merkja hver er valinn og setja hann í körfuna.
Þannig að það getur verið nokkrar aðgerðir og það eru yfirleitt aðgerðirna sem þið eru að forrita. Þið eru að forrita nákvæmasta hlutan. Það eru aðgerðirna. Það er þessi smáatriði, þessi detail sem ég talaði áðan með notendasöguna sem var áðan, að hún var fyrir eitthvað almenn, en hvað aðgerðir að því að í rauninni notendasagan lýsir í rauninni bara þessu. Þetta hún lýsir bara markmiðinu. Ekki undir markmiðunum og alls ekki nákvæmlega hvað aðgerðir þarna í. En þetta þurfið þið samt að vita þegar kemur að því að fara að kóða. Þurfa að vita hverjir eru bæði verkþættirnir, það oft á hvert ferlið í þessu sem ég að fara að gera, á hvað skref 1, hvað skref 2, hvað skref 3, eða eru kannski bara 2 skref, eða eru kannski 7 skref, hvað eru margir verkþættir í þessu markmið sem á að leysa í kerfinu og síðan að finna þá hver eru allar undiraðgerðirnar fyrir þetta. Og það sem að oft maður rekst á þegar fólk nýtt í bransanum að það ekki með nógu mikið af þessu hérna. Það vantar að taka á alls konar frávikum og þetta kannski ekki nógu vel skilgreint, þannig að þessi hérna verður ekki nógu vel útfærður í kerfinu, af því að það ekki búið að pæla nógu mikið í nákvæmlega hverju verkþættirnir, hverju skrefin og svo hverju rauninni sérhverju aðgerð undir hverju einasta. Það vantar oft upp á þetta, til dæmis í verkefnum sem maður sér hérna í skólanum. Þetta eru bara dæmi, sko. Til dæmis, ef við tökum markmið númer 2, buy a good DVD film to watch next Friday. Hver eru verkþættirnir? Segið mér það. Hvað sér? Finna myndina til að byrja með, já. Eitthvað fleira? Bætinu í körfuna og ganga frá greiðslu. Já, það getur verið þessi 3. Það eru glætt að gera þetta nákvæmar ef við erum bara hérna pæli. Og hver eru þá kannski aksjónirnar í þessu öllu? Hvað að ganga frá greiðslu til dæmis? Hvað eru aksjónirnar í því? Fylla út greiðsluupplýsingar og ef við viljum fá dítilinn þá þurfum við að segja hann á fylla út nafn og kennitölu og heimilisfang, eitthvað fleira sem þarf að fylla út hana. Fer eftir hver greiðsluleiðin nákvæmlega, þannig að fyrst þurfti kannski að segja hverjar eru greiðsluleiðinar? Borgað með kreditkorti, borgað með debitkorti, borgað með millifærslu, borgað með gjafakorti, borgað með einhverjum kóða, einhverjum svona loyalty kóða, borgað með netgíró, borgað með veskinu, með hverju borgað. Þannig að það fullt af detailaninni og fullt af aksjónum og svo líka af því þú sagðir fyllin greiðsluupplýsingar, það þarf líka fyllin eitthvað fleira, eða ekki? Meðan þú ert að ganga frá greiðslu, hvað þarf að fylla út? Segjum þetta sé kreditkort. Kortanúmer, gildistími og leinnúmeri, já. Svo þarf varan að komast til þín, helvíti gott, það rétt, það vantar mitt. Að það getur verið annar greiðandi en þannig sem á að senda vöruna, ekki? Þannig að það alveg ótrúlega mikið af litlum pælingum sem þarf að fara í gegnum fyrir hvert einasta skref sem eru kannski í þessum töskum og svo í rauninni fyrir hverja einustu aksjón innan tasksins að greiða fyrir vöru. Þannig að bara svona lítið dæmi til að sýna ykkur að það fullt innifalið. Þú veist, þegar við erum að skrifa þarfir þá það stundum svolítið high level. Þið voru til dæmis í Númer 1, skilverkefninu, þá voru það að finna út hver voru markmið notanda þegar voru það að pæla í user-grúpunum, þið skrifuðu það já, hún öfugur sér taflan, þið skrifuðu markmið og sækjum lán, nálgast upplýsingar, umsókn, yfirlit greiðslur. Þetta eru klárlega bara markmið. Þetta ekki búið að lýsa nákvæmlega hverju verkþættirnir eru og hvað þá búið að lýsa þarna í þessu hverju aksjónirnar væru. Og þið lýstu þessum markmiðum í requirement listanum, í kröfulistanum. Þið fóruð í kröfulistanum sennilega, nú ég ekki búin að sjá all verkefnin, ekkert rosalega mikið út í detail, enda
sér maður það ekkert alltaf, en hann vantar oft samt. Og svo núna í skilverkinu 2, þá ætla ég að gera þessi viðtöl, og markmið með viðtölum að finna hver eru markmið notenda. Hvaða verkefni, hvaða markmið myndu þeir sjá með einhverju og hvaða verkefni myndu þeir sjá, hvaða tösk og eitthvað svoleiðis. Þannig við erum að skoða þessi goals og sem þarna í þessu to achieve specified goals. Og það stendur ekki to achieve goals, það stendur to achieve specified goals. Markmið sem að þegar hafa verið skilgreind eða sem sagt ákveðin markmið. Svo ætlið þið að nota þessar upplýsingar sem þið fáið hérna úr þessum markmiðum sem þið fáið úr viðtölunum til þess að gera þarfagreininguna betur, til að gera þarfalistan betri. Það munu breytast aðeins þarfirnar eða þá munu bætast við. Einhverjum munu fara út af því að ef það var í alvöru kerfi og þið færið út á markaðin og færið að tala við fólk, þá sjáu þið bara kannski aðgerð sem ykkur fannst eitthvað ógeðslega sniðugt, þá sjáu þið það bara þegar þið eru að spyrja fólk þá þú segir einhvern nei, ég myndi nú ekki vilja gera það. Og ef allir svaraðið, eigið þá að forrita þetta? Mögulega ekki. Þetta allavega þá aðgerð sem að fer aftarlega í kröfulistan, þar að segja í forgangin í kröfulistinni og verði þá kannski ekki útfærið fyrir í fasa 4 og svona nice to have krafa en engan veginn aðalkrafa. Þannig að við þurfum að gera greinarmun á milli. En sem sagt user goals eru mjög mikilvæg. Það er hægt að gera eina notendasögu fyrir sérhvert markmið eða eitt use case eða eitt scenario og við erum að hanna eftir þessum markmiðum og það er líka hægt að gera eitt test case per markmið. Þetta nú bara farið yfir use case versus scenario. Þetta verið að, use caseið, hér scenarioið og það verið að lýsa saman hlut bara á mismunandi máta eftir hvað aðferðafræði verið að nota. Ég ætla ekki að lesa þetta yfir. En sem sagt að notendamarkmið í rauninni undirstaða allrar þróunar á kerfinu. Þetta bara algjört fundamental item. Það notendamarkmið. En núna ætlum við að fara í produktið. To the extent to which a product can be used by specified users. Hvað þá produktið? Það jú kerfið sjálft. Og þá gott að fara í þessa prototyputekni að gera svona grófar prototypur sem í þessum fyrirlestri low fidelity prototyping. Og við förum yfir nokkur svona basic aðferðafræðir eða í sýningur myndir af því. Það verið að nota sketches og snapshots og storyboard og wireframe og moodboards og navigation map. Við möttum að fara yfir allt þetta dót. Þetta svona teikningar og bara ég vil myndir af einhverju dóti, svona verið að taka einhverju sögu. Storyboard og wireframe svolítið líkt. Það í rauninni, það aðeins svona smámunur á því en til dæmis, ég heyri bara fólk í bransanum nota þetta bara alveg jaft. Þannig huga margar bara wireframe og storyboard nákvæmlega sama. Mínum huga það eiginlega það nær því. Það samt aðeins munur á hvaðan það kemur. Og svo moodboard, það til þess að finna út til dæmis einhverja litaþemur og eitthvað dót Þetta svona, maður sér þetta innan hos arkitektar láta fólk klippa út alls konar og fólk á að setja svona blað, hvað þeirra smekkur, eitthvað svona. Og það svona moodboard. Og svo navigation markmið siglingar leiðaritt sem við förum í aðeins síðar. En gróf hönnun venjulega gerðar á pappír. Þær yfirleitt skissaðar upp bara og notaðar post-it miðar líka. Það ákveðin aðferðafræði sem var fyrir nokkrum árum mjög vinsæl að nota post-it og svo líka komin í dag tól sem raunin að hjálpa manna að gera þetta svona created by hand en það samt hægt að gera í tólum og þá hægt að prenta það út eins og með Paint, það hægt að nota Paint, það hægt að nota PowerPoint og Balsamic sem tól sem ég mæla alveg með, Mockingbird og svo Excel sem tóli sem ég sjálf nota langmest og wireframe mjög algeng gerð í þessum tólum En það samt yfirleitt talað að þetta sé paper-based prototype samt sem áður. Svona prototypur sýna alltaf, og þetta always, show the structure of the user interface. Þetta sýnir alltaf layoutið og uppbygginguna á user interfaceinu. Og þarna þið ennþá kannski bæði í þarfagreiningu, en þið líka farin að huga að hönnuninni sjálfri. Þetta stendur off on a crucial stage for client acceptance,
for the scope of the system sem ég er búin að vera að segja ykkur. Þetta hjálpar mann að fara á fundi með svona prototípur að fá notandan eða þann sem að kaupa kerfi til þess að þetta örugglega það sem þú ert að biðja þú veist. Og þá ertu kannski með aðra mynd sem segir eða er það þetta og hann þá segir nei það þetta og þá þið komið með skópið á kerfinu. Skóp rosalega mikilvægt af því að ef þið farið út núna, stofnið ykkar litla fyrirtæki og ætlaði að gera eitthvað verkefni fyrir notanda og þið ekki með það vel skópað, þá hafið þið selt honum með að það væri mánuð að vinna það en svo af því að svo illa skópað og hann vil alltaf meira og meira og þið geti ekki engan veginn staðfært að það hafi ekki átt að vera innan kerfisins. Þá endið þið kannski ársvinnu fyrir mánaðarlaun, þú veist. Þannig að skópi bara brjálæðislega mikilvægt. Þið athugið það að hér ekki farið að gera neina grafík. Engin litir, engin grafík. Það bara graphical design not yet realized, hún kemur miklu seinna í hönnunarferlinu. Þetta semst bara pappírsprotótýpa eða gróf hönnun bara eitthvað sem að svona einhver túlkun á kerfinu á pappír. Gert í post-it-miðum eða hvernig sem með tekningu eins og var að segja. Þetta easy, quick and cheap to make og þess vegna þetta oft kallað throwaway prototyping. Það að segja að það sem svo frábært við að prototypa svona að þið geti verið komið með kerfið, þið geti með sig að prófa kerfið á pappír áður þið búin að forrita staf og þið geti gert þetta klukkutíma einum degi, fyrir náttúrulega eftir stærðin á kerfinu, stundum þetta margir dagar. En það smáræði í samanburði við það að reyna að gera þetta í kóða. Reyna að henda upp einhverjum HTML síðum til að gera, eins og mörgum forritunum, ég setja bara upp í HTML og gera þetta. Það bara rissa upp á blað, eða upp á töflu, taka myndir á síman, þá eiga það þannig, við notum ógisloft svona bara töflur og stöndum bara saman og erum að rissa hvernig kannski einhver forsíða eða einhver ferli, einhver skref í körfu eða eitthvað eigi að vera og notum bara svona töflu. Þetta sem sagt easy, quick and cheap. Þetta það sem aðalmáli við þetta. Frábært út af þessu og frábært til að ná fram þörfum. Throwaway prototyping orð sem þetta kannski muna. Og það líka hægt að testa þetta, það hægt að fara með svona pappír og segja, ímyndu sér að kaupa bók á netinu og þið eru með teikningar af skrefunum í kaupaferlinu fyrir framan ykkur og látið notandi segja, hvað myndirðu gera? Og hann segir, já, ég myndi gera og fylla þetta út svona og svona, en það á ég ekki að fylla út hvert á að senda vöruna. Kannski vantar það í ferli hjá okkur. Og þannig erum við komin að storyboarding. Storyboarding sýnir yfirleitt ferli eitthvert. En hérna eru dæmi pappírsfrumgerðir. Hér verið að nota, búið að skrifa einhverja þarfir og eitthvað svona niður á gula miða. Því svo skellt upp á eins og hér ég vel aðeins farið að ákveða, ok, þessi aðgerð, hún á að vera hér á síðunni, þessi aðgerð á að vera hér, þessi aðgerð á að vera hér. Það byrjað að struktúrera layoutið með post-it-miðum. Af hverju post-it-miðum? Það líka mjög þægilegt af því að maður svo fljótur þá að hreyfa þetta allt til í staðan fyrir að vera alltaf að stroka út eða skrifa nýjan pappír eitthvað. Þetta algjört frumstig, gott að nota svona miða. Síðan eru líka til eins og þessi þetta held ég bara, ef maður rétt úr vinnunni hjá mér, þarna búið að setja svona stencil og svo teiknum maður bara inni til að reyna ímynda sig hvernig þetta í símanum, sko. Og hér eru alls konar glósur við hliðina, eitthvað sem gerist, oft ferlinu líkst til hliðar og það mjög algengt og ég mæla alveg með því. Dæmum fleiri prototípur. Hér svona sambland, verið að teikna eitthvað Gunnar Gunnarsson, eitthvað æfingaplan eitthvað með einhverju gulum með inn í lagi, grænn á vera hnappur hér og búið að gera svona þannig sjá að þetta er bara mismunandi og því sjá að þetta ekkert fallegt en það á þetta ekki að vera það. Þetta gróf hönnun. Þetta á að vera til þess að ákveða hvaða aðgerðir eiga að vera hvar á skjánum og á hvaða skjá, þú veist. Af því að muni að allir vilja tróða allar forsíðu til dæmis, þú veist, sumt á ekki að vera þar og þá tökum við það af. Hér annars stencil, þetta bara nokkra myndir, hérna nákvæmari mynd. Hér svona skemmtileg teikning, svona eru meira storyboard, sjáum við meira svona.
Þetta myndi flokka sem storyboard. Hér teiknuð mynd af einhverju ferli. Hér fyrir neðan svona Jake is relaxing on the couch when his tablet makes a notification sound hérna. Það verið að sýna mér sér notanda hann í teikningu. Storyboard eru upprunalega úr teiknumyndaiðnaðinum. Þegar að Walt Disney og þessi voru að gera teiknumyndir í gamla daga og ennþá gert reyndar, það alltaf að tala þið sjáðu á teiknumyndum og meira sér oft á kvikmyndum og sjáðu þið storyboarding og það einhver nöfn á bak við það. Þá eru teknar svona sketsjar upp nokkra myndir og svo þeim bara raðað svona vegginn hérna alveg rauð, alveg bara hafið séð kannski myndir af þessu stundum og svo ákveðið, nei þessi sena á að vera á undan og þá blaðið tekið niður og hoppað með það einhvern annan stað í röðina. Það storyboarding, það verið ákveðið hvernig senurnar spilast út í kvikmyndaiðnaðinum. Þessi sena undan þessari senu? Eða segjum að við verum að sketsa upp Tom og Jenna, ok, hérna Tommi að berja Jenna, en byrju nei, ég ætla að hafa það 2 freimum fyrr og þá færi maður til. Og þessi aðferð notur líka við sem sagt að hanna viðmót. Við sjáum það oft svona, þetta tiltölulega gróf hérna, þannig að þetta alls konar, það engin ein leið algjörlega rétt, en við þurfum oft að segja og mér finnst svona þegar kemur eitthvað svona, það oft útskýrt hérna eitthvað fyrir neðan. Það mjög gott. Hér dæmi þetta sem við vorum með línu einhvern veginn, hérna dæmi það prototypi, hérna, þetta úr balsamik held ég. Þá bara svona stenslar, það eru svona stenslar og svona stensl og svona stensl og svona stensl sem man bara draggar og droppar inn á og getur eitthvað skýrt aðeins og eitthvað svona gert til þess að búa til svona skets. Fleiri hellingur af þeim, hérna verið að gera mjög grófa sketsa, en hérna sjáu þið, hér ég vil vera að raða þeim upp í einhverja sérstaka röð, það verið að reyna átt að sig hvað á að gera fyrst í ferli, eins og til dæmis að þið verið að hvernig á að skila verkefnum hér, einhver röð í því ferli, það eru svona ýmsir ferðabeinir í fyrirtækjum, áttu fyrst að fylla dagpeninga, áttu að fylla hóteli fyrst, áttu að fylla þetta fyrst eða á það að fara í samþykki þangað eða á ekki að fara í samþykki þangað eða á að fara í 3 samþykki fyrst eða hvernig og þannig maður teiknar upp ferilinn. Þetta hérna svona pínu til að hjálpa ykkur ef að þið hver eru skrefin í því að búa til svona og við þurfum að ákveða semst hvað á að vera á hverjum skjá, hverri síðu og við höfum oft hvað maður að segja þurfum að hugsa þetta hérna of mikið eða of lítið á síðunni hvernig að fara á milli síðuna erum við örugglega bara með aðalmarkmið það mjög mikilvægt að greina á milli aðalmarkmiða og markmiða aðalmarkmið það sem notandi notar oftast eða mikilvægast fyrir fyrirtækið að sé vel gert eða framkvæmt það eru aðalmarkmið svo ákveðum við hvað á að vera á sérhverri síðu og hvar við ætlum að staðsetja layoutið, það verið að gera það hérna þegar það ekkert búið að pæla í þessu, þá til dæmis mjög gott að nota þess að post-it með því það mjög fljótur að henda á milli og tekur kannski bara 10 mínútur og þá maður eiginlega komið með sirka layoutið og þá getur maður gert aðeins nákvæmari teikningar eftir það. Þetta layout dæmi, hérna mynd af grunnmynd, hérna wireframe storyboard og þetta bara típist svona wireframe og þetta grófasta wireframe, hérna verið ákveða layoutið, hérna verið logo, hérna verið sub-navigation, hérna verið keyword search, hérna locator form, contentið, footer, eitthvað register sign-in og hérna eitthvað svona web3, eitthvað related highlights og það mjög gott að byrja á að gera eina síðu svona sem ákvarðar svolítið layoutið fyrir allt kerfið. Svo hérna dæmi af wireframe fyrir þessa síðu hérna sem var fengið í einhverju bók. Sá hún tiltölulega flókinu wireframe undirinn svona survivor header, photo of the team, introduction, select the team, introducing the members, hérna, logoið, hérna, picture of the team, eða hvað sem stóð, photo of the team hérna, og hérna, buttons for something else, og hérna eru eitthvað svona linkar í eitthvað annað. Og hérna þetta hlið við hlið. Hér önnur, þetta mjög gróft og oft stundum þetta að skrifa svona fyrir utan, það bara misjafnt. Hér dæmi úr vinnunni hjá mér, þetta var hönnun sem við gerðum fyrir Vodafone, sjónvarp Vodafone. Það var ákveðið, það tiltölulega
eins og í því kerfi sem svona layout, box fyrir sjónvarpin, þá erum við mjög svona restriktuð af, það miklar hömlur á því hvað við getum gert, þannig að því það eru bara ákveðni takkar á fjarstýringunni sem hægt að nota til að navigera, það ekki hægt að nota, þú veist, touchscreen eða keyboard, þú verður að nota fjarstýringuna, þannig að það eru fáið takkar og svona, og þannig að við vorum fengin til þess að útfæra viðmótsönnuna á því öllu og við byrjum á því að wireframa allt upp svona. Þetta gert held ég bara sem ekki líka, minni mig. Og síðan þá kemur GraphCare og frá okkur og setur síðan grafíkina ofan á. En undir niður þetta layoutið og grafíkina ofan á. Annað dæmi, og ég með nokkur dæmi viðbót, eins og Eymundsson síðan, tiltölulega nákvæmt, sum myndu segja þetta væri eiginlega of nákvæmt og síðan verður síðan svona, þetta alveg 5-6 ára wireframe og síða og eitt fyrir svona padd, verður ákveðið, þetta einhver svona fyrir sölumenn, þú veist, þeir eru með vöru, listakatalóg og einhver að velja pantanir og eru vörurnar sýndar og sjá það fyrir neðan, þegar væri skoðu fæst vörulistin yfir í lista vinstra megin og skjánum upplýsingur verðin að byrtast hægra megin. Það er aðeins lýst fyrir neðan og það ráðleggi ykkur að gera. Fyrir neðan myndinar þá lýsa hans ferlinu, hvað í raun að gerast á skjámyndinni. Bara stutt, hnitmiðað, pöntum valið til að skoða, pöntum skoður hægt að breyta magni og eyða út línum. Og eftir því sem að skjárinn er smærri, þeim þarftu að vita miklu betur hver eru aðal markmið notanda, af því þú kemur ekki öllum markmiðum á eina síðu. Hver eru aðal markmið, hvað ætlar að gera? Ef þið sjáum til dæmis uppinn frá bönkunum, það er algjört subset af aðgerðum úr netbönkunum, er það ekki? Það er alls ekki hægt að gera allt í uppunum sem hægt að gera í netbankanum. Það er af því að það er limited skjástærð, það er limited hvað er alltaf að gera, þannig þeir velja aðal markmiðin sem að stundum kallast á helstu aðgerðir. Þetta er bara usability, þetta er bara búið að pæla í þessu svona. Hver eru aðalmarkmiðin og setjum þau þannig. Og við tölum seinna responsive og svona. Ég ætla að sýningur, ég ætla að hætta ég ætla að fara í þetta í næsta tíma og sjá hvað mikið eftir. Þetta er bara smá vera að tala um. Þetta eru skrefin, þú veist þetta eru undirbúa, og hvað þurfa að gera þegar ég farið yfir low-fidelity prototípu og svoleiðis, ég kannski renni bara rétt yfir þetta í næsta tíma, mér langa örlítið árum að hættum, þá var ég nefnilega búin að stelast til að fekk grafíkerinn minn í vinnunni til að leyfa mér að fara inn á hönnunasíðunar hans, þetta eru forrit sem við höldum utan alla hönnun hjá okkur og já, ég er búin að opna þetta hér. Það er sjáðu mynd, hér er mynd af svona prototípu og ég hef búin að fá að opna hann þetta er í vinslu, nei þetta er annað, við opnum bara þetta, view project þetta er dæmi, þetta er kerfi sem er í svona skjám sem er til að fyrir mötuneyti, þetta velja mat eða svona sjoppur í fyrirtækjum og þetta er ekki komið út, þannig bara, það er í hönnun núna í rauninni og alls ekki búið ákveða nákvæmlega hvernig það vera, en það var sérst byrjað á því að sketsja upp þið sjáu það, er búið að sketsja upp usability og hvernig á að gera þetta og gera grófhönnuna og síðan er byrjað að setja grafíkina ofan á og þið sjáu að fara að gera grafík, það er ennþá ekki byrjað að forritast af. Þannig ef við skoðum aðeins wireframein þá sjáu þið hvernig þetta er gert, þetta eru bara myndir af, alltaf kemur það ekki upp, þetta eru bara myndir af þessu. Er væntanlega að pæla í hvernig það á að vera ef þetta er gert í símanum af því að væntanlega á að vera hægt að fara til, segjum bara mötuneyti hjá skólanum þú getur bara að fara í síman og keypt og valið og verið búnaði áður en þú kemur á staðinn og þetta er þá fyrir layout fyrir síma matræður, ég veit nú ekki nákvæmlega hvað verið að gera en þið sjáu hvað er verið að pæla og það eru væntanlega fleiri svona myndir. Hér er önnur, hér eru komin í venjulegan skjá ekkert er valið, matseðill, viðkvöndurinn til hliðar, útskrá þetta er eitthvað til að skrá inn starfsmannanúmer til þess að viti hver þú ert og er eitthvað meira sem við erum að gera og svo ef við færi þá aðeins bara rétt til að sýna ykkur svo er þetta orðið grafíkin ofan á dótið og einhvers staðar er nú er til dæmis þessi mynd er örugglega
Hérna. Svona. Og hérna vörulistinn sem var þá líka, við förum aftur tilbaka, hann var örugglega einhvers staðar, það hafi ekki verið hér, vörulisti. Þið sjáu hvernig það þróast, þarna sjáu þið þróunina í gegn og svo bara verið að sýna hvernig það virkar í rauninni. Hér stærri skjár og eitthvað svona dót. Þannig að þetta heilmikill ferill sem að bara farið í gegnum við hönnun og greiningu á kerfum áður en farið að forritast af. Tíminn kannski ekki búinn fyrir 15 mínútur yfir? Æðislegt, þá næ ég bara að klára fyrirlesturinn. En þetta svona, eins og ég segi, þetta alveg fullt af vinnu sem gerð áður en byrjar að forrita. Það stundum það gert af sérstökum hönnuðum, þú veist, sérstaklega grafíkin, hérna, ég mæli ekkert með því að forritarar gerir grafík endilega, sko, en hérna geta það sumir alveg klárlega, sko, en ég meina, yfirleitt grafíkarar sem svona svolítið listrænir og hérna oft á tíðum koma úr listaháskólanum jafnvel eða einhverjum slíkum skólum en það líka, það svolítið gap á milli að vantar oft á marka en einhvern sem að getur bæði grafík og alla usability og þarfagreiningarpælinguna líka. Það svona pínu oft gap og oft þarf maður að vera með sikkert aðilinn í þessu en hérna kannski veffyrirtækin vanar að vera að gera þetta í einu með einum og saman manninum, en þetta samt oft og við til dæmis margar deildir innan til dæmis Advania sem að smíða alls konar kerfi komum til okkar í vefdeildina því að við einu sem með grafíkara. Þannig að þú veist þetta alls konar. En finnst ykkur ekki gaman að sjá svona alvöru dæmi? Hér dæmi til dæmis, við vorum að gera svona, þetta svona app og hérna sjáum við í rauninni hvað fer mikil vinna í þetta, bara ef þið pælið bara í því, þú veist, við ætlum að lega þess að láta kannski. Þú veist, það þarf að teikna þessar skjámyndir upp, þú veist, þetta lítur svona út, svo svona. Þú veist, hérna með þess að teikna, sko, sjáu þið hérna færist þetta hérna, þetta inn- og útstimplun í hérna klukku, hérna. Þú veist, hérna eitthvað dagatal og eitthvað svona verkskráning og eitthvað dót. Þannig að það ýmislegt í þessu. Phonebook, hvernig hún að líta út, af því að ef þið fáið hérna til dæmis bara kröfuna, þá yfirleitt yfir símanúmer starfsmanna. Ok, þið bara skellingur upp á skjáin, hendu upp símanúmer starfsmanna og svona. Haldið að sé endilega nógu gott usability í því. Mögulega, usability og grafík ekki alveg að sama, en það á að styðja hvort annað. Þið getið verið með hrikalega grafískt flott kerfi eða síðu eða eitthvað svoleiðis með hand-only to usability. Það mjög algengt, by the way. Ógeðslega flott við fyrstu sýn, meira átta kúl, svaka töff, alls konar stælar og vídeo í gangi, alls konar dót. Svo ætlar að fara að nota þetta, að framkvæma þín markmið eða verkefnin sem þú þarft að gera á þessari síðu, algjörlega glatað. Svo getur líka verið með síðu, Jakob Nielsen sem frægur usability, hann síði gott dæmi, ógeðslega ljót síða en vel notað. Þannig að þetta svona opposite. En ég segi, og að við möttum að fara í það reyndar seinna í áfangunum og því ég kem því ekki fyrir áður en við förum að pæla í í Object-Oriented Design, þá mjög, nú misti ég algjörlega þráðan sem ég ætlaði að segja, en já, að grafík og usability, það á að fara saman og í dag það miklu mikilvægt því við erum farin að pæla í því sem heitir user experience sem að nær svolítið lengra en bara að pæla í hvort að aðgerðin sé vel framkvæmanlega því user experience felst líka í því að okkur finnist hlutirnir vera flottir af því að þið viti það að umbúðir skipta oft svolítið máli. Það okkur finnst oft bara betra af því að það er cool. Apple gott dæmi það. Apple fór algjörlega með sína vörur og markasetningu á kúlinu. En líka á usability. Þeir nefnilega náðu þessu saman og það gerði vörurna þeirra exceptionally góðar og vinsalar og fólk vildi kaupa þær. En aftur að glærunum, þetta semst eins og ég segi dæmi svona og þá búið að teikna fyrirfram og svo það þá ykkar sem hafa komið á forrit þetta
pixel by pixel nákvæmlega eins og þetta lítur út. Ég til dæmis þoli ekki þegar forritarar get ekki forritað eins og það hannað. Það á að forrita það nákvæmlega eins og hlutirnir eru hannaðir, ef þeir eru hannaðir með grafík. Aftur af þessu þá, skulum taka hérna 2-3 mínútur eftir, þegar við erum að gera low fidelity prototípu, þá þurfum við að byrja að undirbúa, ég ætla bara að renna hérna snöggt yfir glærnar, ákveða hversu margar ítranir, það getur verið mikilvægt að gera það, því að við segjum við ætlum bara að gera þetta 3 svara, því að þið geti gert það 100 sinnum og þá eru konum margir dagar. Það er ekki markmið með prototíp, muni átt að vera quick og easy, throw away prototyping. Prepare a place and time, svo eru það hérna búina til, þá eru að fara yfir markmiðin, hver eru aðalverkefnin og allt þetta dæmi, brainstorma og teikna upp í rauninni, sýna hvort öðru og búa svo til þess að frumgerðir á pappírnum eða í balsamekka hvað sem þeir eru að nota. Og svo þurfum við að fara yfir hérna, kannski að leggja þetta fyrir einhverja notendur og þá ítra aftur, að búa til þá aðrar, hérna, eins og með storyboarding að ákveða hvernig það á að vera, wireframing. Hérna bara nákvæmur það, ég ætla ekki að fara nákvæmlega því að lesi bara þessar glærur. Svo þurfum við að undirbúa að hafa data og efni allt tilbúið. Fara í gegnum þetta er nákvæmara bara yfirskrifin sem ég var að lesa. Þetta er líka eitthvað sem þið getur bara lesið yfir og lært. Svo þetta hérna define the interface widget. Widget eru svona stýringar eins og hnappar, checkbox, radio buttons, whatever, pins and zoom, alls konar einhverja svona pælingar, hvernig interfaceið á að nota. Það er hægt að byrja að ákveða það. Hérna líka oft þeir eru kannski komin hingað í að fara að gera prototípuna aftur og aftur, þá er búið að ákveða, er þetta app, er þetta client, er þetta kerfi á að vera á snjalltækjum, á að vera bara á hérna stórtölum eða hvernig. Og það náttúrulega hefur áhrif á, þið þurfum eiginlega að fara að vita það hér, af því það hefur áhrif á, erum við að fara að teikna til dæmis símalúk, eða erum við að fara bara að gera eitt skjá, hvað erum við að fara að gera, því að það fer oft ekki alveg saman. Sem sagt, ákveður svona bara svona, ímyndu hvernig það geti litið út og velta fyrir sér, er þetta gott, er þetta vont? Hvað, ef ég ger þetta svona, eyðileggi eitthvað annað, allt þetta. Og svo bara að teikna þetta upp. Þetta geti lítið eins og ég segi bara svona út, ofsalega lítið, svo að bara sína sketsin og það er eiginlega það sem er gott við þetta prototípu, að geta lagt það fyrir marga, Oft eru ákveðnir hérna, partar af kerfinu hannaðir sinna bara þessi bútur hannar, þessu teimi að þetta teimi er að pæla í hvernig þetta leitur út og annað teimi er einhverju öðru, ef þetta er risastór kerfi, til dæmis einhver herkerfi eitthvað, þannig að þá þarf náttúrulega einhverjum tíma þarf að bera þetta allt saman til að fá yfirsýnina. Svo hérna þarf bara að aftur að búa þetta til og klára þetta og þið lesið í gegnum bara þetta hérna. Síðan er þetta hér, hvernig metum við hvort þetta sé rétt prototípa, hvort usability sé gott á þessu og það er í rauninni bara þið sjálf farið í gegnum með einhver svona annarkvort scenario eða use case og use case er mest með detail og frávikunum og bara eru þau realiseruð í prototípinu. Er allt að koma fram sem að ég ætlaði að væri eða er í þörfinni hjá mér? Og þið getið bara að tjekka það, ok, það var sagt að þetta fylla inn kennitölu, er kennitölun einhverstaðar hérna? Svo kannski er hún ekki, teikna hann inn á, allt þetta. Og svo er þetta að fara með þetta einni fyrir fram á notendur líkt og ég lýsti fyrir ykkur áðan, að þeir getur verið að skoða þetta í svona sequence. Þetta hérna er sem sagt bara ekki verið hrætt við að sína svona low fidelity prototípu fyrir bara hvert sem er, og þetta hérna often generates a lot of brilliant discussions. Það er ómetanlegt hvað þið getur fengið miklar upplýsingar kerfið og hvað það leiði til betra kerfis að gera þetta. Og síðan er hérna, þetta hérna often a crucial stage in client acceptance of the total scope of the system to be built. Nákvæmlega sem ég var að segja áðan, að segja nákvæmlega hvað er skópið og stundu sendir maður með tilboðum og segja bara, þetta eru síðurnar sem ég fáið bara prototípur og það er skópið. Ef það vilja að þetta sé einhvern veginn öðru segja eitthvað meira í þessu, þá er það utan skóps. Þá er það bara annað verðmat eða eitthvað slíkt. En allavega í dag þá erum við búin að fara svona yfir þetta low fidelity prototyping, hérna paper og computer based, þetta eru semst bara rough sketches of the interface hérna, hvað á að vera hvernig skjá og hérna hvernig wireframe líta út og það stendur hérna shows this in a clean way, wireframe, ég bara mæli 100% með því að nota wireframe, teiknuð upp áður en byrja að forrita.
Ok, þá bara þetta lokið í dag. Takk fyrir. Þessu lokið í dag, þetta vera.